það bráðadeildin í Fossvogi. Það búið að vera eiginlega bráðavandi, ekki bara sjúklingana, heldur bara í rekstrinum. Ég segi ekki svo lengi sem elstu menn muna, en þau sem hafa verið að tala þetta mál finna oft hjá sjálfum sér kannski maður bara að framleggja ástandið með því að vera að lýsa því að við höfum búin að lýsa því svo lengi og ekkert breytist að við höfum kannski bara að venja stjórnvöld við því að gera ekki neitt. Eggert Eyjólfsson, bráðalæknir, hann sagði upp daginn og sagði þetta ekki geta unnið þarna lengur. Og hann hingað komin, verður velkomin. Takk fyrir að bjóða mér. Já. Af hverju sagður upp? Sko, aðstæðurnar sem að bæði sjúklingum, sérstaklega sjúklingum og starfsfólki eru boðnar upp á Landspítalanum og það kannski sérstaklega á bráðamóttökunni eru bara orðnar of slæmar og ég bara gat ekki unnið lengur við þessar aðstæður. Getur þú lýst því betur fyrir mér sem að kem sjaldan á bráðaþina? Hvernig lýsir þetta sér? Þetta lýsir sér þannig að þegar þú gengur inn á deildina að þá ekki nánast valla pláss að ganga inn á deildina vegna þess að það fólk út allt. Og það fólk sem bráðveikt, margt aldrað fólk sem að bara á miklu betra skilið heldur en að liggja út á gangi umkomulaust nánast. Og það svona kannski helsta birtingamyndin. Síðan En á hverju liggur það út á gangi? Vegna þess að sjúkrahúsið getur ekki sinnt skyldum sínum í því að taka við þeim sem eru lasnir. Þannig að þið, ef maður orðað eru búin að afgreiða fólkið, búin að gera það sem þið geti gert og fólki liggur áfram inn á bráðadeildinni. Já, og sko, segjum bara ef að þú fengir lungnabólgu og þyrftir að leggjast inn á sjúkrahúsið, þá svona bara maður eins og þú þarft að bíða að meðaltali 26 klukkustundir á bráðamóttöku til þess að leggjast inn. Já, man eftir því meðan pabbi var á lífi, þá fór ég stundum með hann og það voru svona dagar. Já. þar sem að við vorum með honum inn á bráðadeildinni 1,5 sólarhring. Já, það bara orðið allt og algengt sko. Og tímar sko, 26 klukkutímar meðaltíminn sem að gefur, þannig að það gefur það augljóst að það margt fólk sem að býður miklu lengur en það. Sko, yfir 100 klukkustundir hef ég séð oft. Og þá að bíða eftir því að komist inn á deildir. Og þessi bið líka veldur því að sjúklingar sem að, þú veist, sem að annar borð gætu kannski útskrifast á 2-3 dögum, þeir ruglast. Vegna þess að þeir eru fastir í gluggalausu rými, það sem hávaði mikill umgangur, eins og bara á bráðamóttökum. Og það tekur 4-5 daga að afrugla fólk, svo það geti farið heim. Þannig að sjúkrahúslega sem að kannski hefði átt að vera 2-3 dagar, alltaf í norðin vika. Og þetta bara vindur upp á sig. Já. Þú sem læknir, og þú vilt náttúrulega hjálpa fólki, aðstæðan þannig að þú getur það ekki, að því að finnist að þú sért eiginlega að brjóta gegn því sem að þú ættir að vera að gera þarna? Sko, ég held að þegar aðstæður eru svona til lengri tíma, að þá versna vinnubrögð manns, vegna þess að maður getur ekki unnið á þann hátt sem að mann kennt að stunda fæið. Bara svona sem dæmi, ef þér illt í hnénu, þá þarf ég að fá að sjá hnéð. Til þess þarf að fara úr buxunum. Og það erfitt að biðja hvert sem að fara úr buxunum út á gangi fyrir framan 10 manns. Hvað þá að spyrja fólk veist, hvernig gengur að hafa hæðir eða veist, bara alls konar svona hluti sem mikilvægt fyrir mig sem læknavita kannski eitthvað sem að þú treystir þér bara ekki til þess að ljóstra upp fyrir framan Jón og Gunnu hérna í næsta rúmi sko. Þannig þetta orðið svona eitthvað svona drive-thru útgáfa af lækningum. Ekki kannski alveg svo slæmt. Nei, en sko já, því miður að þá sko vinnubrögðin þau litast af aðstæðunum og maður farin að vinna, ég fann það allavega á sjálfu mér að maður farin að sætta sig við að geta ekki sinnt starfinu á þann hátt sem að maður var þjálfaður til. Og það ekki bara sko veldur því að manni líður sjálfumilla, heldur veldur að því að maður getur ekki greint sjúklingin eða skoðan á nægilega gaumgæfilegan hátt. Ástandið svona út af vanfjármögnun.
eða meðal annars. Þú kannast við það, þú nefndir þetta og nefndir að hafa skoða fjárlögin og fleira og fjármálaráður hann reyndi að svona dissa þig svona. Hann reyndi það ekki. Hann gerði það, eins og þú værir vankunnáttu að skoða eitthvað svona skildir ekki. Já. Starfsfólki segir að þetta sé vanfjármagn, en stjórnum hafnaði bara alltaf. Já. Og segir að þetta sé stjórnunarvandi, að þetta sé bara illa rekið. Nýr formaður stjórnar Landspítala segir það sama. Hvernig slær þetta ykkur? Sko, ég held að, ef að nú er ég ekki hagfræðimenntaður og ég er ekkert eitthvað sérstaklega klár með peninga, en ég held ég samt kunni alveg að lesa, og til þess að segja eitthvað kerfi sé eða full fjármagnað, þá þarftu líka að taka til greina til hvers það er fjármagnað. Ef að Landspítalinn á bara að gera það sem hann er að gera í dag, eða það sem að sjúkrahús ætti að gera í dag, það getur vel verið að hann sé bara full fjármagnaður. Það getur vel verið. Hins vegar er Landspítalinn bara að sinna alls konar hlutverkum sem hann ætti ekkert að vera að sinna. Eins og til dæmis að vera eitt stærsta hjúkrunarheimili á landinu, að vera með bráðamóttöku sem er stærsta legudeild á landinu. Landspítalinn er farin að sinna alls konar skimunar hlutverkum, eins og það var færðar skimanir fyrir að skoða sýni fyrir leghálskrabbameinum og annað, er komið inn brjóstamyndatökur eru komnar inn á Landspítalann. Í mínum huga og auk þess að þá er Landspítalinn líka fjórðungssjúkrahús fyrir Reykjavíkur svæðið eða höfuðborgarsvæðið. Og þú vilt meina að þetta sé ástand sem er ekki út af ykkur svona stjórnunarvandi innan lands, þetta er bara stjórnun á heilbrigðiskerfinu sem hefur varpað yfir á Landspítalann verkefnum sem er vel að eyðileggja hann til þess að sinna þeim verkefnum sem hann ætti að gera og engin annar getur gert. Akkurat, að hluta til Ég held hins vegar að stjórnun innan Landspítalans hefur verið mjög ábótavant lengi. Ég hins vegar sé mjög jákvæð merki með nýrri framkvæmdastjórn og sérstaklega forstjóra. Þú leggur áherslu á framkvæmdastjórn svo fólk rugli ekki saman við stjórn Landspítalans? Já, ég held að það sé bara engin reynsla komin á stjórn Landspítalans og mér finnst athyglisvert að stjórnarformaðurinn sem er forstjóri eins stærsta sjúkrahúss í Svíþjóð hætti á Landspítalanum fyrir 9 árum síðan, ég held að vera 2013, vegna þess að sjúkrahúsið var vanfjármagnað. Og ég hef ekki séð að það hafi orðið verið gerður einhver gangskur í fjármögnun sjúkrahússins eða heilbrigðiskerfisins síðan þá. Nei, allra síst ef við tökum til fjölgu þjóðarinnar eða fjölgu ferðamanna og annað slíkt. Já, bara öldrun þjóðarinnar eða kostnaður við nýjar aðgerðir, ný lyf. Heilbrigðisþjónusta kostar pening og hún er rosalega dýr. En framleiðnin er líka ansi mikil. Því að það er mjög kostnaðarsamt að sinna ekki þjónustunni sem að þið veitir. Já, og svona bara blákalt ef maður fengi lungnabólgu og maður er ekki laður inn, heldur bara deyr úr lungnabólgunni og ímyndum okkur að það sé bara einhver 50 maður, hann á 20-25 ár eftir sem skattgreiðandi og það eru tapaðar tekjur fyrir ríkið bara það það kostar að halda fólki í heilsu. Fyrir utan þjáningar og fleira á fólki sem er biðlistum og fólk sem að kannski veigra sér við að sækja hjálpa því að það gengur ekki. Svo náttúrulega annars þar inn Landspítalann og þá er eins og heilsugæslukerfið sig að bresta. Maður heyrir sífellt fleiri reyking að tala um það að sé bara erfitt að fara að fá tíma bara að lækna yfirleitt. Já, ég meina tengdamóðir mín er mjög heppin að vera með heimilislækni og en ég veit að biðin eftir hennar lækni er rúmar 4 vikur. Sem er óeðlilegt. Já, algjörlega. Því að ef að þú þarft að fara til læknis og færð ekki að fara fyrir en eftir, ef það er eitthvað að og þú ringir og ég þarf að hitta lækni, þá er þér annarkvort batnað eða þú ert bara, þú veist, komin 6 fet undir, ef þú hittir engan á 4 vikum. Ég man ekki hvort ég hef sagt þetta eins og flutti ég til Danmerkur og þá fær maður að fá kennitölu eða til þess að geta verið skattborgari og það sem að ég var að sækja það að þá var mér útlutaður heimilislækni á sama tíma. Akkurat. Og ég hugsaði, sniðut að þetta er svona vinnuspartnaður. Svo hugsaði ekki meira það
En 3 dögum seinna þá hringdi læknirinn í mig og spurði hvort ég var ekki til í að koma til sín í læknisskólann. Og ég segi, það nú ekkert að mér. Ég segi, það ekki fyrir þig, það fyrir mig, því að þú ert sjúklingurinn minn. Ég þarf að vita hvað ástand á þér. Þannig að mér fannst þetta svo stórkostlegt að ég fór og hitt hana. En þetta svona dæmi heilbrigðiskerfi sem að mín litlu kynni virka bara á einhverju allt öðru leveli heldur en hérna á Íslandi. Já. Og þessi prímergeiri, það að segja heilsugæslan, hefur liðið mikinn skort, sérstaklega hvað var það endurnýjun á heimilislæknum. Og það náttúrulega verið að vinna í því að styrkja þennan hóp, metfjöldi sérnámslækna í heimilislækningum sem frábært, Þeir munu samt hins vegar ekki geta haldið í við alla þá sem að hætta. Og það stórt rautt flagg, Að mennta heimilislækni í dag tekur 5 ár. Og það eftir að viðkomandi búin að vera í læknadeild í 6 ár og taka kandidatsár í heilt ár. Þannig að það eru 7 + 5 ár. Þetta tekur tíma, Og þegar ég byrjaði læknisfræði 2002, að þá var verið að tala um þetta, Það var að tala um að nú væri nú að nálgast að stórir árgangar lækna væru að fara að hyggja því að setjast í helgan stein og menn þyrfti nú að fara að gera eitthvað í þessu. Og síðan hefur ekki mikið gerst. Auðvitað hefur verið lyft grettistæki í þessu þjálfunarprógrami heimilislækna. En það bara gert of seint. Þannig við erum að sigla inn í erfiða tíma. Já. Og verður mönnun heimilislækna. Já. Og bara mönnun allra, tala ekki hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða og Við tölum aftur spítalann og fjármögnun. Ég sá eitthvað staðar, ég held að við Willum sem hafi sagt að það hafi verið 100% nýting á leguplássum með Landspítalanum. Og ég man eftir því að þegar COVID kom og þegar áföllin kom á Norður Ítalíu og Spáni og víðar þá heyrði maður svona umræðu það að fólk hefði rekið þetta vitlaust þangað til. Það ekki hægt að reka spítala eins og flugfélag þar sem stemt að 100% nýtingu. Akkurat. Líklega ættum við að stefna, það var svona deilt það, einhverju sögðu 76%, það 84%, eitthvað starf því bíli. Væri hægt að horfa á þannig að ef að spítalinn full fjármagnað með við stöðuna núna, þá getum við eiginlega séð fyrir okkur að við þurfum að fjármagna sem að einhverju slíku næmi. Að það væri eiginlega kannski 20% of mikið álag á spítalanum. Þannig að við þurftum að auka framlög til Landspítalans ekki 5 milljarða þarna eða 2 milljarða þarna, heldur bara 20-30%. Já. En hver á að móta þá stefnu? Ég spyr stundum, koma stundum til mín formenn í læknafélögum og í sjúkraliðafélagin og og ég spyr hver á að móta stefnun í heilbrigðismálum? Því að sömuleitt það þannig að McKinsey eða einhver svoleiðis ráðgjafafyrirtæki hafa nýfrjálshyggju ráðgjafafyrirtæki hafa lagt línunar sem að heilbrigðisráðuneytið rekur. Hvar valkosturinn á móti? Þetta mjög góð spurning. Ég held að McKinsey gefur stannilega ágæta einsýn í því að hvernig kerfið og hvernig það virkar og hvað má betur fara og erum við að eyða á miklu púðri hér eða þar en ég held að sé eins og algjörlega rétt hjá þér að við eigum ekki að miða við að reka spítala eins og flugfélag það ekki gott. Það miklu næra miða við 80-85%. Ég hins vegar ég held að læknafélagið eða þessi fagfélög heilbrigðis starfsfólks ættu að vera leiðandi í því að móta svona stefnu eða vera ráðgefandi til stjórnvalda við mótun svona stefnu. Það ekki þannig. Það virðist ekki vera að leita til þessara félaga. Nei. Allavega hefur ekki verið hingað til, svo ég veit til allavega. Sem svolítið skrítið að fólki sem vinnur inn í kerfinu takk ekki þátt í að móta. Já, og ég held að vissu leyti megi skýra það með því að það mannfæð innan kerfisins og menn sitja ekki auðum höndum þú veist að menn eru á fullu allan tíman, allan daginn, alla daga vikunar, alla daga ársins við að sinna sjúklingum og það gefst þess vegna mjög lítill tími fyrir gæðastörf eins og nú tala mikið hnignun rannsóknar verkefna og annað á Landspítalanum og það gefst minni tími til þess.
það gefst minni tími til þess að reyna að finna lausnir á vandamálum sem að steðja að kerfinu svona kerfislægt. Menn eru bara allan daginn að bjarga sér frá falli. Já, menn eru bara slökkva elda og hafa verið sko síðan fyrir hrun. Það er alltaf að tala að hér var hrun sko, en sko ógöngur heilbrigðiskerfisins hefjast örugglega 1,5 áratug áður sko. Bara þegar frjálshyggjan nær landi og Íslandi. Já, ég meina, já, það gæti verið sko. Við náttúrulega sko, við sameinuðum sjúkrahúsin í Reykjavík. Út af hagræðingasjónum. Já, akkurat. Og þá átti að náttúrulega byrja að spara peninga. Menn voru að byrja að spara peninga áður sko. Og ég man sko þegar ég byrjaði þarna, ég læriði læknisfræði út í Ungverjalandi og það kom ráðunautur frá heilbrigðisráðuneytinu til þess að hvetja okkur til þess að íhuga og koma tilbaka til Íslands að starfa. Og þegar við kæmum sko, þarna byrjuði læknadeild. Þegar við kemum tilbaka 2008-2009, þá er þið nú sannarlega sko búið að reisa hér nýtt sjúkrahús. Hér sitjum við 21 ári síðar og... Það er búið að taka skóflustunguna og það er búið að steypa upp. Já, eitthvað af þessu allavega. Þetta er fínasta viðbygging sko. Þegar skóflustunga var tekin þá var talað að ekki bara meðferðarkjarnin heldur líka eitthvað háskólabygging og eitthvað fleiri bygginga væri tilbúin á 2024 sem er næsta ári. Já. Nú talað að meðferðarkjarni verði mögulega tilbúin 2028 en það hefur verið að svona búast við að vera kannski 2030. Já. Þannig þetta er seinkun upp á ansi mörg ár. Já. Hvað heldur að valda þessu? Nú er það verið að gera það svona kannanir með almennings og fólk setur heilbrigðismál alltaf efst. Já. Það er eiginlega fyrsta verkefni ríkisvaldsins er að byggja hér upp gott heilbrigðiskerfi. Hvað veldur því að það er ekki gert? Sko, ég veit það ekki. Sko, heilbrigðisþjónusta er dýr og íslenskir stjórnmálamenn eru mjög feimnir við að eyða miklum peningum og ég gerir mér alveg grein fyrir því að við erum að eyða hérna sko langt yfir 200 milljarða í heilbrigðisþjónusta hverju ári. Við ættum hins vegar að vera að eyða svona 40% meira. Og ef þú spyrir almenning, þá myndi almenningu segja já. Já, og það er bara eitthvað sem þarf þá að gera. Ég held að það séu allir sammála það, sko. Þá þarf að ákveða hvernig ætlum við að skattleggja til þess að gera þessu. Já. Og þar strandar málið. Já. En ég held að strandi líka, sko, á því að menn, sko, það virðist vera að menn séu hræddir við að skattleggja auðlindir þjóðarinnar til að mynda fiskinn. Og við veiðum hérna ofgnóta fiski sko og það tala allir að sko ef það eru lögð á hérna veiðigjöld að þá bara leggist hér sjávarútvegur af. Já, við kannumst við varnir þeirra. Já, og ég meina það... En þetta er svona, þú veit að ég lega að segja að þetta er svona djúpstætt pólitískt mál sem við ættum að fara að ráða við að tala um. Já, og sko heilbrigðismál eiga ekki að vera pólitísk. Það eru allir sammála það. Að ef þú ert lasin eða þú slasast þá áttu að geta farið á sjúkrahús og fengið bót meina þína. Þetta er bara svona grundvallar mannréttindi og ég er ekki að segja að við gerum það ekki í dag sko. Við reynum okkar allra besta að sinna veiku fólki og ef þú kemur og ert mjög lasin inn á bráðamóttöku þá færðu þjónustu. Hún er bara kannski aðeins lengri en hún gæti verið og það tekur þið aðeins lengri tíma að batna en það ætti að gera. Og við erum bara þreytt, starfsfólkið, á að veita þjónustu sem við vitum að er ekki eins góð og hún gæti mögulega verið. Maður fer stundum heim með svona óbragð í munni af því að maður veit að þetta gæti verið svo miklu betra. Þú læriði læknisfræði og sérhæfðuð þið í bráðalækningum. Þannig að bráðadeildin í Fossvoginum er vinnustæðin sem þú menntaðir eiginlega til þess að sinna, ef þú ætlar að starfa á Íslandi. Já. En þú getur ekki unnið. Nei. Er það ekki svona áfall sem er svona næstu í svona persónulegt? Þetta er mjög persónulegt, sko. Og þú veist, ég steig mín fyrstu spor í bráðalækningum á bráðamóttökunni í Fossvogi og mér þykir afskaplega vænt þessa deild og fólki sem vinnur þar. Þú séð á eftir mörgur sem hafa hætt á undan þér, já, er það ekki? Jú, mjög, allt á mörgum.
allt mörgum gríðarlega reyndum hjúkrunarfræðingum sem að kendu mér svona mjög mikilvægar leksjur og gríðarlega reyndum sérfræðilæknum líka sem að hætta sömu ástöðu þú að það bara að þú færð ekki að gera hlutina eins og þú ert menntaðu til og það sem þú vilt gera. Já. Og hvað er þetta að gera núna? Núna starfa ég með slökkuliðinni í Reykjavík og sjúkraflutningunum þar og neðalínunni og er að vinna svona sem ég gerði reyndar áður en ég hætti á bráðamóttökunni og svo er ég svona bara að líta í kringum mig sjá svona hvað tækifæri bjóðast það er þrátt fyrir allt töluverð uppbygging í bráðastarfsemi svona annar staðar á landinu heldur en í Reykjavík ég er svona hægt og rólega uppgöt að heimurinn er ekki bara innan Landspítalans. En myndur þú vilja það að þið hringt í þig og sagt að nú er þetta allt orðið í lagi í Fossvoginum og þú getur komið aftur? Er það sem þú myndir helst vilja? Ég ætla ekki að neita því að það væri æðislegt að hafa tækifæri til þess að vinna á deildinni sem ég byrjaði að vinna á sem að var sko og er í grunninn mjög vel fungerandi sem bráðamóttaka. Við sinnum þessum bráðveiku og slösuðu rætt og vel sem er það sem að bráðamóttaka á að gera. Við hins vegar bara höfum ekki lengur pláss til þess. Ég heyrði að ég talaði við fólk sem vinnur þarna og hefur unnið þarna og þau eru að tala svona þessa hægu rörnun og hvernig álagið er og maður er að reyna svona að átta sig á þessu hver hættan getur við verið komin okkur svona stað stundum er svona það sem hún er búin að eyða út úr starfseminni þannig að hún getur ekki bætt sig og þegar fólk er að tala og reyna að lýsa sko ástandinu þá segja margir að það var rosalegt áfall að missa hann ekkert og taka það sem svona dæmi að kannski séu bara komin á punktur no return þegar getur ekki haldið ekkert í vinnu. Ég held að hvorki bráðamóttakan í Landspítalinn stendur og fellur með einu manni. Ég held að þetta er líka því þetta er sko teimi og lið að þá tengist fólk og það þegar þú missir vonina það hefur áhrif á aðra, það er þannig. Já, og sko bráðalækningar eru mjög sérstakar innan allavega ég sé að þannig innan læknisfræðinnar er að þetta byggist alveg upp á alveg gríðarlega mikill í teymisvinnu. Ég get ekkert gert nema að ég sé með sko góðan hjúkrunarfræðing og sjúkraliða og annað heilbrigðisstarfsfólk með mér að ég get ekki gert allt þetta einn og þetta byggist á því og maður tengist svona fjölskylduböndum innan deildarinnar. Þetta er fólk sem maður þekkir vel og hefur unnið með lengi og það sama átti við það sem ég var í sérnámi út í Nýja-Sjálandi, það var alltaf að tala sko bráðamóttöku fjölskylduna sko og maður tengir svona sérstökum böndum þannig að ég skil alveg að það að ég sé hættur hafi verið mikið áfall, það var mér mikið áfall að missa sko kollega mína sem ég hef unnið með sko bara og hef litið upp til síðan ég var bara barn sem læknir sko þegar ég var að stíga mín fyrstu skref. Og það er að hætta vegna þess að missa trúna á starfinu? Ég bæði vegna, ekki kannski missa trúna á starfinu heldur. Nei, þú veist á þessari heild eða já, að það bara, að það getur ekki sinnt starfinu eins og það vill. Eitt af því að þetta tengist niðurskurði og sá sem að tekur ákvörðun niðurskurðin, hann er ekki við sjúkrabeðið. Þú lendir svolítið í því að vera andlitið á þeim sem að neitar sjúklingnum þá þjónustu sem hann á rétt á skilið. Já. Þannig að þú ert handbendi fjárveitingavaldsins. Það má kannski segja það að vissu leyti, sko. Kennarar og skólastjórar þarf oft þetta. Já. Að þeir eru eiginlega orðnir svona framkvæmdar aðilinn í því að brjóta niður kerfi sem við vinna í. Já. Og það er mjög sárt að reyna að útskýra fyrir aðstandendum bráðveiksfólks sem þarf að leggjast inn á sjúkrahús að það geti ekki verið annar staðar en á ganginum. Sem er algjörlega ófullnægjandi alveg eins og ég held að það sé sko óþólandi fyrir kollega mína sem eru skurðlæknar hvernig svo sem skurðlæknar það eru hvort það eru hjartaskurðlæknar eða kviðarhólsskurðlæknar þetta er fólk sem er að skera krabbamein úr fólki er að setja nýjar sko lokur og kransaðar í fólk
þetta eru lífsbjargandi aðgerðir og þessir kollega mínir sitja einmitt við sjúkrabeðin og segja því miður þá get ég ekki bjarga þér í dag vegna þess að það er allt fullt. Og það kemur aftur inn á þessi 80% að þegar við lendum í svona faraldri eins og við erum núna af einhverjum veirusýkingum sem er algjörlega fyrirsjáanlegur. Ég ætla ekki að halda því fram að COVID hafi verið fyrirsjáanlegt, en svona árstíðabundnir faraldrar Við verðum að skilja rými eftir fyrir þá inn í kerfinu. Nákvæmlega. Annars getur við stemt lífi fólks í eftir. Hárrétt, alveg eins og þegar að velta hér rútur með, 30-40 manns upp á einhverju heiði, ég síp kveljur í hvert skipti sem ég heyri þetta. Maður sér stundum að því ég hef nú ennþá aðgangað að skjáborðinu sem maður hefur svona yfirliti við þá sjúklingar sem eru á bráðamóttökunni og maður sér, það eru núna 30 manns að bíða og það eru 70 manns á deildinni. Og hvar ætlar að setja þessa 30 sem að ultu í rútunni einhvers staðar, á Þingvöllum. Og sendur bara 30 heim sem að fá ekki þjónustu. Já, það náttúrulega eru til áætlanir innan sjúkrahússins sem að segja það að þú verður bara að rýma. Það er sem ég var að nefna að þið lendið í því að vera vöndur fjárveitingavaldsins með því að segja það er eitt sem er meira slasaður heldur en þú eða eitt sem er meira veikur en þú þess vegna áttu að fara heim þó að þú ættir náttúrulega að vera hér. Já. Og sjáðu bara, nú ætlum ég bara að nefna dæma því að ég starfaði á bráðamóttökunni í Christchurch og þar var og þó ég sé nú mjög fegin að hafa ekki verið að vinna þegar þessi hryðjuverka árás var gerð að þá komu 51 einstaklingur sem hafi verið skotinn. Það var enginn þeirra lengur en 30 mínútur á bráðamóttökunni. Enginn. Bráðamóttökunni var full þegar árásin átti sér stað, Hún var rýmd, þeir sem þurfti að leggjast inn, lögðust inn, þeir sem gáttu farið heim, fóru heim. Allir þeir sem voru skotnir, lögðust inn. Enginn lengur en 30 mínútur á deildinni. Þetta er merki gott heilbrigðiskerfi. Þú trættur að það væri rútuslys hér með 30-40 sjúklingum að ástandir ekki svona gott á bráðadeildinni. Nei, alls ekki. Og ég er ekki að reyna að halda því fram að það gætu öll kerfi höndla þetta. Ég held að þetta sé algjörlega einstakt að þeir eru svo vanir eftir þessa jarðskjálfta og aðra náttúruhamfarir sem var orðið þarna að gera þetta. Svona atburður, ef það veltur rúta, mér er alveg saman hvar í heiminum, með 30 manns og þeir eru allir slasar og koma allir á sömu bráðamóttökuna, það er öllum ofviða. En maður vinnur úr þessu, Við erum bara alltaf í þessu ástandi. Við erum alltaf með 30 manna rútu að slösuðu fólki inn á deildinni, en það komast alltaf... Og líka 40 sem losna ekki út af henni. Já, og svo erum við og við fáum alltaf 100-120 manns á hverjum degi sem þarf líka sinna, Þetta er svolítið svona, þetta er ómögulegt reikningsdæmi og þegar fjármálaráðherra segir að kerfið sé full fjármagnað eins og myndist á án, þá getur vel verið að það sé fjármagnað upp að því marki sem að sem að er þá væntanlega eins og það er í dag, Þjóðin vill ekki hafa þetta Þjóðin vill ekki hafa þetta svona. Sjúklingarnir vill ekki hafa þetta svona, fólki sem vinnur þetta vill ekki hafa þetta svona. Nei, og til þess að fá fólk til þess að vinna sem myndi leysa mikið af þessum vandamálum, þá þarf það að borga í hærri laun. Það kostar pening. Og það er það sem að hæstvirtur fjármálaráðherra virðist bara ekki gera sér grein fyrir. Hann er búinn að láta dæma kjör á hjúkrunarfræðinga í tvígang. Hann hefur ekki tekið það semja á hjúkrunarfræðinga. Nei. Og það er, ég menn ekki hvernig það var síðast gerður samningu við þær. 2015. Það verða 8 ár í ár. Er það gert? Þakka fyrir að koma. Takk fyrir að bjóða. Kannski fæ ég þig aftur til að ræða heilbrigðiskerfið því þetta er eitt af allra stærstu málum þjóðarinnar. Bara sjálfsagt. Bæði af því að hversu mikið vandamál þetta er. Þetta er líka eitthvað merki það að það er eitthvað í samfélaginu okkar sem gengur ekki saman. Það sem er ríkur þjóðavilji sem næri einhvern veginn ekki fram. Já, akkurat. Kæra þakka.